ready, er bara hvað? Það er bara action. Ok, Já, ok, ég ætla að byrja þá. á ég? Ég skal byrja. Ok, ég get ekki verið alveglega Rúra, verður sorry. Þú getur alveg róað þig, sko. Já, Þurfum ekkert að flýta okkur eða? halló. Þú veist að við erum að takta upp fyrst að ég ætla bara að eiga þetta allt. Ó, Jesús, það fer eitthvað yfir mann, sko. Velkomin í Húbla podcastið. Þetta er fyrsti þátturinn okkar og ég heiti Harpa Magnúsdóttir og ætla að vera hérna með ykkur í dag að tala við hana Ragnheiði Hrefnu Magnúsdóttir. Og hún er með þann óvenjulega starfstitil að vera Chief Disruption Officer. Bara ég gef ykkur ekki meir, sko. Hvað segir maður svona titil? Já, það er nú það, sko. Ég er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ég bý til á mig sjálfa. Manneski sem að, vinnur fyrir sjálfa sig, getur valið titil, sko. Og bara eina sem ég veit að mér finnst rosa gaman að sinna allri tegund af breytingastjórnun og helst breyta svolítið duglega þar sem ég kem og það er ákveðin svona disruption í því ef maður má sletta einhvers konar umbreyting, umbylting Og truflun. einhver truflun á starfsemi. Já, og gera eitthvað nýtt. Og það er bara skemmtilegt. Það er að skemmtilegasta. Það er það sem þú, svona, þar ert í essinu. Það er í essinu mínu. Já, frábært. Ég hef nú séð marga starfstitla en ég held ég hafi bara aldrei séð annan eins og þennan, sko. Það segir kannski svolítið mikið þig kannski. Já. Fyrst þú valdir hann sjálf. Þarf maður ekki alltaf að vera spes, er það ekki máli? Það er kannski bara málið í dag. Og hvað segðu okkur nú aðeins frá þér, svona, hvað hefur verið að gera svona þú horfir aðeins í baksinn í speilin? Já, ég er náttúrulega, ég er svona í grunninn vélaverkfræðingur en hef alltaf verið mest að fást við upplýsingatækni og ýmsa máta, hvort sem það er fjarskiptatækni, upplýsingatækni eða hvað hann er. Og alla tíð hef ég sinnt vöruþróun eða einhverju þróun sem er bara, maður er bara búin að vera heppinn að fá að vinna við áhugamáli sitt, að þróa eitthvað nýtt, búa til eitthvað nýtt, leiða ykkur verkefni með fullt af fólki. Þetta er kannski útúr en þegar ég var að útskrifast þá var mér boðið að starf út í Danmörku, ég útskrifast í Álaborgar háskóla og mér boðið starf í Danmörku við að forrita róbóta. Já. Og ég bara sagði nei takk, ég þarf að vinna með fólki, sko. Það var svarið. Ég bara, nei, þetta er ekki ég. Þannig að þó að þú sért í tækninni þá svona hefur ekki alveg kannski farið út í að vera að vinna bara með tækjum. Nei, og þú veist, forritun þótti mér spennandi en ekki þannig að ég vildi gera það per se að mínum karriér, sko. Ég vildi heldur, kannski er það stjórnsemin í manni, maður vill vera, þú veist, ég vildi bara mjög snemma fá að vera í einhvers konar stjórnunar stöðu. Og hefurðu, veist, því að nú hefur maður alveg heyrt til dæmis að stjórnendur sem hafi tækniþekkingu og geti svona verið þáttakandur í tækninni, að þetta eru mjög valuable stjórnendur. Já. Veist, ertu hans son líka þarna, veist? Já, ég á mjög auðvelt með að setja mig inn í hinn tæknilegu vandamál, hver sem þau eru og ég held að það sé mjög mikil kostur. Ég skil alveg forritara þegar þeir eru að tala, skilurðu, þú veist, stundum hef ég upplifað mig sem svona einhvers konar þýðanda á milli tæknifólks og markasfólks. Það hefur oft verið þar, sko, í gegnum minn starfsframa, en svo sem já, ég á mjög auðvelt með að skilja svona tæknilegt setup í fyrirtækjum
kannski líka bara út af reynslunni, maður er náttúrulega búin að koma við en þetta er svona, það er mjög frekar eðlislegt að koma mér inn í svona tæknileg viðfangsefni og og það er kannski líka bara því áhuga sviðið er þar og ég fljóta að svona koma mér, þú veist, að verða mér út úr þekkingu ef ég er ekki alveg viss. Já, já. Hvað er að gerast. Óhrætt við að leita til Já. fagaðila, eins og þetta er. Já, og líka bara spyrja allra vitlausu spurningana. Já, þú veist, mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Bara, Það er þessar spurningar sem að fólk þarf að vera óhrætt við, sko. algjörlega. Og mikilvægt er með þetta menning fyrirtækja stuðli að þessu. Já, algjörlega. Allir hafi rödd. Það er bara rosalega mikilvægt. Að allir þori að spyrja spurninga og þori að koma í hugmyndir. Það er bara, þegar maður næra að skapa þannig andrúmsloft í fyrirtæki, þá er maður á góðum stað. Akkurat. Þá er líka meiri líkur á að allar góðu hugmyndinar komast upp á yfirborðið og það sé hægt að þróa hlutina og bæta það og laga það, fara í umbóta starf. En svona, þú hefur verið að gera þetta rosa margt spennandi á síðustu árum. Veist, ég hef svona farið yfir félagsskrána og hún er það innihaldsríka. Ég held að við séum ekkert að fara í gegnum allt en það væri samt svona gaman að heyra svona, veist, þú ert búin að koma við á stöðum eins og Marel, hjá Veitum, Hugsmiðjunni. Þetta eru frábæri vinnustæðir allt saman. Hvað er hvað svona stendur upp úr svona af þeim svona stjórnunarstöðum og verkefnum sem þú hefur tekið að þér? Sko, ég, eins og þú segir, ég komi víða við, en það sem að maður finnur við hvern einasta vinnustað, maður lærir eitthvað nýtt á hverjum stað, bæði sjálfa sig og tæknina og bara hvernig maður er sem stjórnandi og svo framvegis. Og það sem svona stendur upp úr, það er svo erfitt að draga eitthvað eitt eða tvennt fram, sko, en ég verð samt að segja að ég fekk alveg svakalega skemmtilegt tækifæri þegar ég var á Símanum í gamla daga, það er alveg árunum 2000-2005, og þá fekk ég það verkefni að vera verkefnastjóri fyrir sjónvarpum ADSL sem að kalla þá, en er rauninni sjónvarp Símans í dag. Og var það þegar við vorum ennþá að taka neti í gegnum svona það lá við, sko. Þá vorum við rauninni að flytja bara sjónvarpsútsendingar, þú veist, við vorum í þessari vinnu að þú veist, sjónvarpsútsendingar voru yfirleitt alltaf í gegnum Loftnet, en þarna var bara tekin ákvörðun, núna erum við að fara að búa til sjónvarpi í gegnum kabel, gegnum net og þetta verkefni, það voru hundruðir sem tóku þátt í þessu verkefni og ég var verkefnastjórinn og þetta voru 5 að mig minnir, 4 eða 5 hópar sem við skiptum þessu niður í, sem ég fundaði með öllum daglega og svona, og þetta var alveg, sko, þetta var ein mesta pressa sem ég á ævinni lenti í, einhvern veginn, sko, já, ég tók við þessu verkefni, ég held að það hafi verið október 2004 og deadlineið var mjög hart. Það var bara 11. ágúst 2005 átti þetta að vera klárt. Og af því að þá fari enski boltinn í loftið. Ég sé að þessi dagsetningur hefur bara greinilega prentast inn og gleymist greinilega aldrei. Aldrei. Og en þetta var svakalegt, sko. Það að vera með svona harða dagsetningu, það var alveg vitað, við myndum setja, sko, þjónustu verið á hvolf, við vissum að það myndi koma upp eitthvað vandræði og allt þetta, en þessi hópið var stórkostlegur og það var hægt að gera þessa hluti og þetta tókst og þetta var ógeðslega erfitt og ég held ég að við unni 14 tíma á dag og maður læriði náttúrulega ógeðslega mikið á því, alltaf aldrei aftur að gera það. En þú veist, getur þetta þegar maður er en þetta var alveg verkefni. Þegar áhugin er mikill, þá leggum maður ýmislegt á sig, sko. Já, og þarna var í fyrsta sinn sem ég fekk bara svona alvöru ábyrgð, þar sem að í rauninni forstjóri og framkvæmdastjórn fyrirtækisins voru algjörlega á bakvið mann og bara, já, takk fyrir Ragnheiður, þú ert að fara að gera þetta með okkur og ég sagði náttúrulega, það sem er, sko, í svona verkefnum, maður gerir aldrei neitt svona einn og sem góður verkefnastjóri þá skiptir bara öllu máli að fá
fólkið með sér, að þú veist að allir upplifi verkefni sem sagt, að upplifa þannig að þetta er barnið okkar allra sem við ætlum bara virkilega að hugsa sko. Hver er galdurinn? Hver er galdurinn sko, ég veit ekki. Jú, líklega það að gefa fólki þessa rödd, þú veist að þykjast ekki alltaf vita allt best sjálfur, heldur sko ræða hlutina, oft kom upp vandamál og þá einhvern veginn að setjast niður og segja, heyrðu, það er þetta vandamál, hvað leggið þið til sem hópur, hvað leggjum við til sem hópur og svo taka ákvarðun þegar við erum búin að ná að ræða og fá allar hugmyndir upp á yfirborði. Þannig að fólk svolítið taki líka svona svolítið ábyrgð. Sjálft. Já, þessi sameiginlega svolítið ábyrgð og þú veist, og fólk einmitt upplifir sér sem hóp en ekki bara einhver einn sem bara tekur alltaf alla. Já. Þessi svona einn samhangandi vél svona sem þetta saman. Og þessi grunnur hefur einhvern veginn fylgt mér alla tíð, þessi verkefnastjórnunarlegi grunnur. Ég hef nýtt hann í minni stjórnun, þú veist, ég hef stjórnandi margoft síðan og ég hef einhvern veginn alltaf leita aftur í þetta, þú veist, hvað gerir maður til að fá fólk alla með, þú veist, og þetta er einhvern veginn góðu grunnur. Já. Og núna ertu hjá Reykjavíkurborg með mjög spennandi verkefni, er það ekki? Jú, mikið rétt. Ég kem þarna inn sem í raun og veru bara ráðgjafi, má segja. Einhverju leyti mætti kalla mig stjórnanda til leigu. Þú veist, ég kem þarna inn, tek að mér deildarstjórastöðu fyrir tækni þjónustu hjá upplýsingatækni þjónustu borgarinnar. Og þarna er í rauninni á sér stað ofboðslega mikil umbreyting og ofboðslega stafrænum breyting og mikil stemning í kringum það og ofboðslega sko þetta er kvikt umhverfi. Það er á sama tíma er verið að gera stórar breytingar á kerfunum. Það er verið að þróa ný kerfi og það er verið ráðinn mannskap og þetta er alveg uppskrifta kaos. En hefur gengið alveg ótrúlega vel og þessi stjórnendur sem er á þessu sviði, þjónustu og nýsköpunarsviði, hafa staðið sig gríðarlega vel fyrst mér við að reyna að halda utan hópana sína og það er bara heiður að fá að taka þátt í þessu, mjög skemmtilegt og einmitt talandi að vilja vera í einhvers konar einhvers konar umbreytingu að þarna þetta bara, það er nóg að gera í því þarna. Já, frábært. Og segðu mér aðeins þá svona, hvað er markmiðið til dæmis með, hvað er verið að reyna að ná fram í þessum breytingum? Já, þarna er verið að ná því fram, ef við tökum þetta bara mjög svona klift og skorið, það er verið að vinna með það að bæta þjónustu við borgarana í Reykjavíkurborg. Með því að búa til stafræna ferla, má segja, utan þjónustuna, til dæmis bara gera, hvað ég var að segja, þú veist, þetta kemur inn á svo mörg svið, þetta kemur inn á velferðarsvið, þetta kemur inn á skóla- og frístundasvið og þetta kemur inn á umsóknarferli eitthvað þjónustu eða eitthvað slíkt. Það er til dæmis bara verið að gera það umsóknarferlin fyrir til dæmis skólaþjónustuna eða fyrir velferðarþjónustuna eða hvað nú er, þannig að það sé hægt að sækja það með rafrænum hætt og svo framvegis og þetta verður náttúrulega bara, þetta tekur 2-3 ár að ná þessu öllu í gegn sko. En verið er að byggja grunn til að hægt sé að gera þetta hratt og örugglega og mjög spennandi tímar. Það er nefnilega mjög áhugavert þegar að vel tekst til hjá opinberri þjónustu að færa svona stafræna ferlæn, tek bara skattin sem dæmi, þetta er náttúrulega bara bylting sem var gerð þar og náttúrulega bara mjög spennandi vegferð sem að Reykjavíkurborg er það á. Ég veist ekki að það eru fleiri sem að fylgja fótsporin þegar að... Já, og náttúrulega það er alveg, maður sér það alveg að teikna lofti, mjög margar íslenskar stofnanir eru bara komnar á fullt í það að svona rafræna ferlina sína, að gera það þannig að fólk geti sótt hvað sem það stendur sko. Þurfi ekki að mæta með blað eitthvað og það er sko... Það er náttúrulega bara svolítið gerdagurinn. Já. Það er svolítið svoleiðis. Einmitt og við erum bara
fylgja þessum þörfum sem að fólk hefur átt núti líka Já. til að geta gert þetta sjálft Algjörlega. með þægilega nátt og þægilega nátt. Já, og en segðu mér, svo hefur líka verið í alls konar nýsköpunar ævintýrum. Já, sko, ég svona í gegnum tíðina þá hefur ég náttúrulega vegna þessa áhuga sviðs míns að vilja svona vita hvað að vera bæði, hvað var að tæknina og hvað var að nýsköpun. Og þá hef ég einhvern veginn náð því að koma mér inn í hinnar ýmsu stjórnir, til dæmis hjá félagasamtökum, fyrst til dæmis hjá skýrslutæknifélaginu. Ég hef verið, þú veist, það er eitthvað svo skrítir nafn, skýrslutæknifélag. Maður hugsa bara í dag, var eitthvað tíma til stofnu sem héti þetta er eitthvað svo lýgilegt. Þetta er alveg, það voru skýrslur áður en tölvurnar komið, sko, það var þannig. En sko, já, bæði hjá ský og þar voru til dæmis, ég var í stjórn þegar við ákváðum að fara að stað með UT-messuna með látum og svona, sko, þannig að maður hefur svona einhvern veginn náða að vera með í hinnum ýmsu skemmtilegu verkefnum gegnum þessa félagasamtök. En svo hef ég verið til dæmis formaður samtaka upplýsingatæknifyrirtæki á samtökum iðnaðarins og formaður hugverkaráðs þar líka. Og þetta, sko, hefur til dæmis gert það verkum að, sko, ég hef fengið að taka þátt í nýsköpunarlögum, það er að segja að breyta nýsköpunarlögum þannig að þau nýtist enn betur frumkvöðlum og frumkvöðlafyrirtækjum, nýsköpunarfyrirtækjum og þú veist við nýverið þá var hækkað þakið á endurgreiðslu á rannsókn og þróun til að gefa dæmi, sko, sem skiptir rosalega miklu máli fyrir fyrirtæki sem eru í mikilvæg nýsköpun og alveg óbóðslega gaman að taka þátt í þessu. Þetta er bara gert af áhuga, ekki neinu öðru. Það er ekki mikið verið að greiða fyrir þessa vinnu, sko, eða neitt slíkt. Þetta er bara eitthvað dræf að vilja að hér á landi sé gott umhverfi fyrir nýsköpun og ég trúi því bara svo statt og stöðugt að Ísland er náttúrulega búið að vera svona auðlindadrifið hagkerfi og við erum bara að færa okkur yfir í að verða meira svona hugvitsdrifið hagkerfi. Það varður rosa breyting svona í kringum hruni, myndi ég segja, svona meðvitund gagvart nýsköpunarfyrirtækjum. Já. Er það ekki rétt svona að mörguleiti, jú, algjörlega og náttúrulega það sem gerist oft í svona kreppum, þú veist, það kemur upp eitthvað svona áfall eins og hrunið, eins og COVID að þá verður oft svona það er oft mikið svona olía á mikil olía á nýsköpunareldin þegar svona hlutir komu upp, sko, þá í rauninni fer fólk að skapa já, sko það er pínu galið, sko, ég man svo vel eftir stemningunni eftir að kreppan skall á fjármálakreppan að það var svo ofboðsleg nýsköpunarstemning og svo þegar að þetta gerist með COVID þá var ég sitjandi í sófanum bara, yes, það verður eitthvað geðvikt, en samt hugsa ég bara, nei, þetta er ekki einfallegt að segja þetta, þú veist, þetta er ekki, en þú veist, innstinni hugsa ég, já, nýsköpunar aftur að fá smá kikk núna, en Egið svo með öllu ísta íbúði gott, eða ekki eitthvað svo leiðis? Nákvæmlega, það er náttúrulega alltaf plusar og mínusar, allar hluti. Já, akkurat, og ég meina, auðvitað, COVID, maður vil náttúrulega bara sjá það fara sem allra fyrst. Sko. Algjörlega. En það er rétt, það er margt sem að þetta hefur fært breytingar í för með sér. Algjörlega og bara til að sko, mér langar nú bara að hæla því fólki sem til dæmis stendur á bakvið heilsuveru, bæði þá Órugó og ég veit að landlæknir og heilsugæslan, ég meina þetta eru sko það er búið að gerast ótrúlega flottir hlutir innan þess kerfis og á þessum tíma, þessum COVID tíma, það geta fengið bara nánast samdægurs niðurstöðunar og bara einmitt pantatíma, allt þetta hefur gengið svo fárálega vel og ég veit að það eru mörg handtök
mikil forritun sem hefur átt sér stað þarna í grunninn og þetta er ekki sjálfgefið að sé hægt að rigga ykkur svona upp á svona snöggum tíma. Þekkið þú náttúrulega hvað er búið að vera að gerast þarna bakvið. Já, og þetta er bara, maður veit það bara, þetta er heljarinnar verkefni sko, sem hefur verið unnið á undraverðum tíma. Já, þetta er alveg satt, þetta er ótrúlega flott. Já, og þetta er... Og er náttúrulega kerfi líka sem að þá við byggjum á til framtíðar, þetta nýtist. Já, algjörlega. Og líka bara ef maður horfir á þannig, núna veit hvert einasta mannsbarn á Íslandi hvað heilsuvera er og er komið ákveðna gáttin í heilbrigðiskerfi sem við höfum ekki áður. Já. Auðveldaði örugglega innleiðinguna til almennings. Já, það er alveg pottþétt sko. Þarna þurfti engan disruption officer til þess að segja fólki að þetta væri sniðugt. En líka bara það sem gerist, þegar eitthvað svona nýtt gerist, það kemur upp eitthvað eins og þetta. Já. Að þá fara fleiri að hugsa, ok, get ég nýtt þetta tól og eitthvað hátt og þú veist, þetta skapandi element fer alveg á fullt. Mér finnst þetta bara æðislegt, alveg sammála. Og COVID náttúrulega líka hefur þetta fært fleiri breytingar í för með sér. Þú veist, eins og ef við tölum bara, ég er að stofna Húbla sem er eitt dæmi. Já. Það er örugglega eitthvað sem að ég veit ekki hvort það hefði farið að stafi að COVID hefði ekki komið til. Nei, einmitt, nákvæmlega. Og en þar er svona pælingin að vinna með sjálfstætt starfandi sérfræðingum og stjórnendum og búa til svona samfélag og með að við svona skynjunina hjá mér út á við núna er að það er eitthvað gerjun í gangi út í samfélaginu, veist, í kjölfar COVID. Algjörlega. Það er eitthvað svona erfitt að setja puttan á það hvað er að gerast en það er greinilegt að fólk hefur haft tíma til að hugsa aðeins málin. Já, akkurat. Og mjög áhugavert, það er eins og einn sem ég hitt daginn sem sagði bara já, ég bara allt í hennu kom bara heim og hafði tíma til að hugsa málið og ég hafði áður fyrir verið mætti vinna klukkan 9 og satt á fundum til klukkan 5 án hléa leiku við og þá átti ég eftir að gera alla vinnuna. Og þá kom ég heim og svo bara þegar það kemur COVID og detta niður allir þessi miklu fundir og ég sé bara að þetta er kannski ekki bara lífið að lifa bara svona, ég veit það ekki. Einmitt. Er þetta eitthvað sem að... Já sko, maður hefur algjörlega tekið eftir því, þú veist þegar að þessi alheims faraldur svona byrtist og maður bara einmitt, fólk fer heim í stórum stíl í heimavinnun og svona, auðvitað fer fólk að byrja sig, maður er aldrei tekið eftir því að þú veist, fólk er í heimavinnu að vinna að einhverju leiti fara sko til dæmis minni tími í ferðir og svo framvegis og fólk verður að hugsa lífið svolítið upp og nýtt, þú veist að ok, það er hægt að vinna bara mjög vel heima frá sér í mörgum störfum, framleiðnin jafnvel sko jafn góð eða sumum tilvikum jafnvel betri, fólk sumum líður betur, öðrum ekki og það fara allir að hugsa bara hvað þýðir þetta fyrir mig, það er svo eðlilegt, þú veist kannski marga mánuði að vinna einhvern veginn alltur sem vinnaðastuðu heldur þú varst í og þá fer fólk að endurhugsa, þú veist hvernig vil ég hafa vinnuna mína, þú veist það er bara svo eðlilegt, hvernig vil ég hafa lífið sko? Það er bara það sem gerist við svona breytingar og þá finnst mér einmitt svona framtakið eins og þitt Húbla að þetta er svo relevant þegar má sletta sko, þetta er svo viðeigandi á þessum tímum af því að við vitum að fólk er að hugsa, þú veist, ok, kannski get ég unnið hjá sjálfur mér, kannski get ég gert vinnudaginn minn einhvern veginn öðru sem ég vön þú veist, ég segi það fyrir sjálf á mig, ég hugsaði það, þú veist, og maður var bara eitthvað, heyrðu, ég held að væri ekki hægt að vinna heima hjá sér, ég er ein af þeim sem held sko, ef ég er eitthvað tíman atvinnulegs, ég er það að minnst að finna mér skrifstofu því ég gæti alls ekki unnið heima hjá mér, svo kemur í ljós bara, jú, ég get unnið heima hjá mér, ég vil bara betur en notar, þú veist. Og líður bara vel og er miklu samskipti við fólk. Ég held reyndar að það sé nú lykillinn í þessu líka sko. Það er auðvitað samskipti við fólk. Já. Við þurfum alltaf á því að halda og það er það að finna þennan
finna þennan svona milliveg, Já, þú veist, akkurat. og ég held til dæmis mögulega fyrirtæki sem að ætla alfarið að reyna að toga fólk alfarið tilbaka, þau gætu lent í vandræðum, Já, held ég, til framtíðar með mönnunina, já, af því að ég held að séu bara kröfunar hafa breyst. já, algjörlega. Og þú veist, þetta líka áhugavert ef maður horfir bara út í heim, þú veist, það eru mörg fyrirtæki búin að vera með starfsfólki sitt, já, ríflega ár í heimavinnu og kannski ekki að finna mikið mun á framleiðinni og það skiljulegt að stjórnendur þessar fyrirtæki hugsi sem svo að býtu, ok, þarf ég að vera að setja svona mikið pening í allt þetta húsnæði Ég er með 2000 fermetra að tóma. Já, ég meina það er eðlilegt að það er einhvern veginn fer allt á stað en svo er þetta náttúrulega líka það sem að mér finnst svolítið áhugavert varðandi þetta húbla-konsept er að sko það var byrjað áður en þetta blessaða COVID skall á sko að það var byrjað, þú veist, fólk var farið að hugsa, ok, hvernig get ég starfað á eigin forsendum og þú veist, við þekkjum dæmin eins og þú veist, Uber og Airbnb, fólk var bara að fara að búa sér til alls konar störf og bara veflæg störf líka og þú veist, maður er alveg svona já, þú veist, það var komin ákveðin svona gýr í gang hvað þetta varðar og mér hefur fundist þetta bara aukast við þessa breytingu sem COVID hefur ollið og Svo er það kannski líka, þú veist, það er ekki bara COVID, ég veist þetta sé líka, síðan er kynslóð bara að koma upp sem að hefur alveg nýjar væntingar. Algjörlega. Það er allt aðra væntingar heldur en okkar kynslóð. Já. Þú veist, við erum náttúrulega alveg upp í því bara að vinna vinnun okkar vel og vera, þú veist, standa okkur sko. Akkurat. Og ég er ekkert að segja að yngri kynslóðin ætla ekki að gera það, það er bara á allt öðrum forsendum. Einmitt og sko ég held að ungt fólk í dag sem hugsa miklu meira fjölbreytni í starfi heldur en svona fólk á okkar aldri og eldra fólk. Ég held að hugsa miklu meira hvernig get ég til dæmis mennta mig svona þvert á einhver svið, þú veist, það til dæmis aldrei verið meiri svona meira óska eftir því í háskólanum heima að þú veist, já, heyrðu, ég vil vera í sálfræði en ég ætla að taka tölvunarfræði með eða ég ætla að vera, þú veist, það að vera að blanda saman fögum og þetta per se er líka mjög þarft og gott, sko, en en bara ungt fólk í dag er ekkert endilega hugsa hlutina alveg nákvæmlega eins og við gerum þegar við vorum að í okkar námi, sko. Já. Það er bara held ég þörfa því að við ætlum að halda áfram inn í gerfinhata öld sko. Einmitt. Og það er alltaf þörfa nýjum hugsunahætti með breytingum sko. Já, algjörlega. Þannig að það er bara mjög spennandi. En þú hefur nú alltaf verið svolítið út fyrir kassan. Já. Þú hefur haft gaman að því að prófa eitthvað nýtt og Já, heldur betur maður. Og takast á eitthvað spennandi. Bjóða þér að draga tvö spil. Okay. Þetta eru nokkri flokkar, ég ætla ekki að segja hverjir eru, þú bara Nei, ég þú kann ekki á það. Draga tvö, ef við náum okkur fram hjá mikrofónunum. Eitt gult. Þannig að þetta er Trúnó og fjölskyldan. Þetta er náttúrulega mjög spennandi að fá svona góða spurningar. Já. Og ef að þú kannski bara lest þær upp sjálf, bara fyrri, ef við byrjum á fyrri. Trúnó að fyrri, já. Er eitthvað sem þú þarft að sleppa tökum af? Oh my god. Maður er að hugsa þennan. Sko, ég hef mikið pælt í að sleppa tökum bara á hinu þessu sko og meðvirkni er eitthvað konsept sem ég hef unnið bara töluvert mikið með í gegnum tíðina og það að vinna með meðvirkni þá er maður líka að vinna með þú veist hverju ætlar maður að stjórna og hverju ætlar maður ekki að stjórna og veist, hvað ætlar maður að sleppa tökunum þannig að já, það er alltaf eitthvað. Það sem ég finn með sjálfa mig svona í gegnum eiginlega öll störf sem ég hef unnið er að sko ég
venjulega ef ég er stjórnandi í ykkurum hópi, þá sko veð ég eld og brennistein fyrir hann hóp og ég er svona rosalega, ég held þessi mjög protective fyrir hópin minn og og sem að er stundum alveg frábær kostur, held ég, en það má ekki vera þannig að maður sé bara eitthvað andlega illa stattur ef að ekki allt gengur upp, sko. Þetta verður þetta þá kannski svolítið persónulegur hópur gagnvart þér? Já, einhverju leyti, sko. Mér þykir vænt fólk í grunninn, alltaf, þú veist, og ég fíla alls konar fólk, þú veist, ég tel mig geta að tala við alls konar einstaklinga, unga og gamla og svona fengið eitthvað common ground, sko, með eiginlega flestum. Og já, það þykja vænt fólk, má samt ekki fara út í það að maður sé farið mitt í einhverja meðvirkni með hópnum eða slíkt, sko. Þannig að það er svona eitthvað geta tekið á erfiðleikum þó að þessi algjörlega það er náttúrulega innan og vera heiðarlegur en samt kærleiksríkur. Þetta er bara ég held að þetta sé svona verkefni fyrir lífið, sko, sem maður þarf að alltaf svolítið að vinna með. En hvernig, veist, eins og að því að nú ertu svona vön að vinna með teimum, veist, hvernig tekst á við til dæmis ef það er einhver einn aðili í teiminu sem vinnur ekki svona alveg í takt við hina? Ég yfirleitt bara sest niður með fólki og ræði hlutina. Já, bara one on one. Já, og þú veist, það er ekki gaggrínandi fólk fyrir framan hópin eða neitt slíkt ef eitthvað kemur upp sem er gaggríni vert. En sko, að setjast niður og segja bara í eins miklum kærleika og hægt er að mér finnist viðkomandi þurfa að laga eitthvað ákveði hjá sér. Venjulega tekur fólk því vel og stundum kemur það því óvart en kannski finnur að það er kannski eitthvað sem ég get laga og ég býð venjulega fólki aðstoð. Þú veist, það er eitthvað sem ég get gert til aðstoða með þetta. Já, mjög flott. En þetta er bara, þú veist, hvað mér fannst þetta erfitt fyrst, sko. En þetta er bara besta leiðin hefur mér fundist, sko, bara vera einlæg og segja bara hlutina eins og þeir eru þó að sé erfitt. Já, það er bara, maður þarf eiginlega að gera þetta alltaf sem fyrst leið og svona hlutir koma upp. Já, akkurat. Og ég held að það sé aldrei heillavænlegt að horfa fram hjá því, sko. Nei, það fer alltaf, það verður alltaf bara erfiðara þá að tækla það, sko. Akkurat. En hver var hinn spurningin? Segðu frá einhverju lygi sem þú hefur sagt. Já, býttu nú við. Vá, maður. Kottu með það. Kottu með eitthvað svona. Já, einhverju lygi, sko. Ég er ekki droslega lygin, sko. Mér finnst lygi vera hræðileg, sko, en það eru örugglega einhverjar hvítarlygar sem eru þarna einhvers staðar. Það er mjög erfitt að hugsa þetta. Ég er að hugsa bara hverju hef ég logið. Já, ég held að þú verður bara að draga nýja. Ég held að þú sérst bara að segja mér satt. Þú ert ekki lygari. Ég er ekki lygari. Guð, ég man ekkert. Mér langar samt að hugsa þennan. En rosalega, þú átt hann inni ef það dættur ekki. Já, ég er eitthvað að hugsa þetta. Hvað er best við að vera fullorðin? Já, sko, best við að vera fullorðin. Sko, mér langar náttúrulega alltaf að varðveita barni í sjálfur mér, sko. Ég er þannig típa. Best við að vera fullorðin. Ætli það sé ekki bara þetta sjálfstæði sem maður fær. Þú veist, það þurfi ekki sko endilega að vera ég mani, mér fannst alveg gott að flytja heiman, sko. Þegar ég var hvað var ég? 20, eitthvað svona. Að ætli það sé ekki bara best einhvern veginn og þú veist bera ábyrgð á sjálfu sér, sko. Ég er nú frekar ábyrgðarfull típa, sko, og mér fannst bara gott að þurfa bara að bera ábyrgð á mér, þú veist, þegar ég komin út í lífið, sko. Já, við þurfum öll bara á þessu frelsi að halda. Já. Og maður gleðst eða börnin manns þegar þau ákveða að stíga þennan veg, þó sem maður saknaði þeirra jafnvel, þá veit maður að maður kannski gert eitthvað rétt ef þau koma sér út. Já. En svo er það náttúrulega líka, sko, mér langar að segja að, þú veist, sko, þetta vera fullorðin, mér stundum fólk taka sér svo alvarlega, þú veist, ég er svona manneskja sem
sko, mér langar að sjá gleðina í svona flestu, sko, og mér finnst fólk til dæmis vinna betur ef maður er bara, þú veist, ef það er skemmtilegur andi í kringum hlutina. Gleðin Og hefur rosalega mikið að segja, sko. Sko, ég kom alveg út í atvinnulífið og hélt að sko, yfirmenn gæti ekki verið eitthvað að grínast og fíblast, sko. Það væri ekki, svona, passað ekki yfirmönnum. Já. En svo kynntist ég mann ég snemma á lífsleiðinni, yfirmanni sem bara var ekki svona rosalega alvarlegur og hann bara gerði grín og það var bara svona, fjör og læti í kringum hann og ég hugsaði bara, býttu má þetta? Ha? Og hvernig gekk? Og það, ég hef alltaf haft hann sem svona eina mínu fyrirmyndum í stjórnum og hugsa bara, já, heyrðu, ég ætlum ekki að fara að taka mig svona of alvarlega. Maður getur líka alveg gert. Hver var þetta? Heyrðu, hann heiti Magnús Ögmundsson og ég hitt hann í mörg ár. Já, en Magnús, já, bara gaman að geta gefið mönnum hrós, Hann svona var- fyrst við erum að, hann var einn af stjórnendum hjá Símonum í gamla og það var reynda mjög margir skemmtilega stjórnendi þar sem að maður lærði heilmikið af. já, frábært. Þannig að- Það er ótrúlega dýrmætt að eiga góðar fyrirmyndir í stjórnum. Já, það er það. Og veist að því að maður tekur auðvitað alltaf ykkar veganesti frá hverjum stað. Algjörlega. Og, Það er gott og slæmt, sko. Já, algjörlega. Og, En já, fíblaskapur, það má í minni bók, sko. já, Sumum finnst það kannski ekki smart, en mér finnst það bara það er smart. gott mál. Mér finnst það smart. Það er töff. Mér finnst það svolítið svona líka bara að sýna fólki að maður er mannlegur og veist, við sem stjórnendur þá getum við alveg gert, jável mistök og það er alls konar hlutir sem að eiga við Já, að stjórnendur og þeir þurfa að geta gert eins og allir aðri, sko. já, mér finnst líka bara svona því, þú veist, síðustu ári, ég held að fleiri hafi gert sig alveg, fleiri stjórnendur gerir sig grein fyrir því að bara það að vera mannlegur í vinnunni er bara stórt mál, sko. Þú veist, það er eitthvað sem við ættum öll að vera. Algjörlega. En segðu mér aðeins að því að bara svona, svo við förum aðeins aftur í þetta stafræna, veist, ef ég væri pípari Já. og ég væri að byrja sem pípari, Já. þú veist, þyrfti ég að hugsa eitthvað út í eitthvað svona stafræna pælingar, veist, ætti ég að fara að hugsa út í að gera mér bókunarapp og eitthvað svona, eða er þetta kannski, á þetta ekki við alla stéttir, eða? Jú, mér finnst það, sko, ef þú væri pípari með bókunarapp, þá myndi ég sko aldrei bóka þig. Ég finnst svo leiðilegt að ringi í fólk út allt, bara, ert þú laus? Nei, ekki, þú veist, allt þetta. Já. Þetta gefur aðra, möguleika, þú veist, og maður hefur alveg séði mitt fyrirtæki sem að, til dæmis ég man eftir einu fyrirtæki sem að fyrir nokkrum árum síðan ákvaði mitt að fara svona social media leiða og kynna sig, þetta var garðyrkju fyrirtæki, Já, ég held að það var Hreini Garðar, já, þau ákveðu bara, þú veist, það var greinilegt bara nýtt fyrirtæki með garðyrkju sem fókus og þau voru bara einhvern veginn út allt, fannst manni á svona, samfélagsmiðlunum og það var bara, mér fannst þetta bara nýtt þá, þetta er tölvöld mörg ár síðan, en það var alveg sko, vá, heyrðu, ok, get ég pantað einhvern í gegnum bara, þú veist, þetta var bara gegnum Messenger og eitthvað sem maður gæti pantað þau, sko. já. Og ég var bara, já, þetta er málið, sko, þú veist, leið, sko, og þetta það er alveg fullt að geirum ekki ennþá komið þarna, sem manni finnst eiginlega pínu skrítið, en þetta er nú langt komið við það. Já. En svona Maður sér að snyrtistofur eru farnar að taka þetta inn sko eins og núna og akkurat. fleiri aðilar sem eru að notast við svona sniðu upp sem að... Akkurat og það er bara, það er líka alveg sprotti af þörf, þú veist, fólk eins og ég, þú veist, man yfirleitt bara eftir því að panta sér klippingu á kvöldin, sko. Það er bara, þú veist, ég bara manna ekki á daginn, þú veist, og þá er mjög gott að geta gripið eitthvað svona. Já, svo erum við alltaf með síman í höndunum. Og það er það, sko. Svo er þetta náttúrulega líka, ég segi bara ef þú, sko, ert starfandi hjá fyrirtæki sem er annarkvort að hlaupa mjög mikið á milli staða eða það að vera að vinna með eitthvað pappír eða
það er verið að hringja fram og tilbaka endalaust, sko, ef það er mjög mikil svona handvirk vinnubrögð hér og þar, þá er komin tími til að fara að skoða hvaða leiðir þú getur nýtt til að stytta þér, svona fækka sporunum og stytta leiðirnar fyrir þig og viðskiptavinin og já. Hvernig er það? Þarf fólk, þarf fyrirtæki, þurfa fyrirtæki þá alltaf að ráða inn eitthvað stafræna sérfræðing í lengri tíma til þess að geta viðhaldið svona kerfi, eða er þetta eitthvað svona sem maður væri hægt að taka inn á eitthvað tímabundnu verkefni eða hvernig? Sko það er, ég meina, bara bæði hægt, sko. Ég meina, við sjáum það náttúrulega að vera að ráða inn stafræna leiðtoga út allar trissur þessa dagana. Oft er þetta tekið í einhverjum átökum líka, þar sem að það er rauninni bara eitthvað þróað til skamstíma og fengið einhver til verksins í hlutastarfið eða eitthvað slíkt. Svo er þetta, sko, það er líka bara oft einhver þekking á þessu hjá fólkinu sem starfar hjá fyrirtækjunum. Og mér langar að nefna, sko, að þú veist, fólk sem er á þessum aldri 20-30 ára í dag, þau eru löngu búin að sjá hvernig hægt að gera hlutina bara, sko, þú veist, áður en einhver millistjórnandi fattar þá, sko, oft. Og mér hefur oft fundist það gaman til þess að þegar ég starfandi á okkur fyrirtækjum að fá að tala við fólk á ýmsum aldri og sko, nýtt fólk sem er nýkomið inn, ungt fólk og eldra fólk, að sko heyra mismunandi hliðar á starfseminni frá þeirra sjónarhóli. Og það sem ég teki eftir að yngra fólkið, þau eru bara, af hverju er þetta ekki símanum? Þau eru alveg löngu búin að finna út hvernig þeim finnst best að gera þetta. Akkurat. Og fáið, þú veist, þá segir maður bara við fólk og fyrirtæki, sko, fáið þau bara til samstarfs allavega í hugmyndavinnuna. Því þau eru oft með eitthvað brill í kollinum sem að þú veist, enginn spurði þau Þekkja sko. Líka starfsemina vel, ef þau eru búin að vera starfandi. Það er nefnilega líka ákveðin lykill í þessu, að það sé einhver aðili sem viti í raun út á hvað starfsemi gengur, þannig að það er ekki nóg að vera bara með einhver tölvisérfræðing sem að setja þetta saman, hann þarf að vita hvernig Svo eru bara verkefni mismunandi flókin, stundum þarf að fara bara fullt í samþættingu kerfa og svona, sko, þú veist, en í litlu einföldu fyrirtæki þá er oft bara hægt að fá einhvern ungan með sér í lið til að skerpa á eitthvað af þessum hlutum, sko. Ég er það að þú ert alveg með taktíkin á hreinu í þessu. Greinilega komið smá reynslu. Já, maður hefur eitthvað kíkt á þetta. Kíkt á tíðina. Erum við ekki bara svona búin að taka svona svolítið á þessu stafræna, en hvað ertu að svona spá núna? Hvað er svona næstu skref hjá þér? Sko, ég er náttúrulega starfandi, sko sjálfstætt starfað mestuleyti við Reykjavíkurborg, en er núna í stjórnarstörfum líka, annars vegar fyrir Húbla, sem er mjög gaman. Mjög skemmtilegt. En svo líka fyrir annað fyrirtæki sem heitir Gefn og snýst nýsköpun í grænni efnafræði. Og mjög áhugavert, og ég held að þetta sé fyrirtæki sem á eftir að hjálpa okkur hér á landi, og þó við að vera leitað með svona þú veist, að koma alvöru hringrásarhagkerfi í gang. Hvað í hverju felst það svona bara? Þetta felst meðal annars í því að taka svona úrgangsstrauma, til dæmis frá úrgangsolíu eða eitthvað slíkt, og setja þennan úrgangsstraum og koltvíoxíð saman og búa til úr því sápu, fyllefni í lyf eða annað. Bara hreinsað upp og... Já, þetta er í rauninni bara efnafræði, basically. Vera, ég ætlum ekki að fara í prósessin, en þetta er samt, sko, þú ert bæði að binda koltvíoxíð og nota úrgangsstrauma, en búa til svo úr því efni sem að nýtist í hinn ýmsu Íslendingar eru frábæri, sko. Já, ég finn það bara
nýsköpun, það hlýtur að vera með að við höfðatölu að við séum ykkur staðar skyrocking þannig. Já, ég held sko, ég hef stundum haft þessa kenningu sko, þetta reddast element hérna á Íslandi. Það er mjög nýskapandi konsept sko. Við erum oft bara, heyrðu, nú erum við komin í eitthvað böll og að vesen. Jæja, þetta reddast og það er af því að fólk bara setur saman hausana og finnur út úr þessu. Finnur lausnina. Og það hefur oft verið talað um þetta reddast sem vont fyrir okkur, vont hugtak. Já, þýska tengdamömmu, hún bara skilur þetta ekki. Hún er búin að búa þetta samt í yfir 50 ár, sko, þannig að hún er að ná þessu. Já, en að mörguleiti er þetta mjög nýskapandi. Ég meina, fólk er bara að finna lausnir og það er gaman. Ég held við séum ágætt í því. Svo langar mig að nefna, því að ég nefni því yfirleitt hvar sem ég kem að ég hef bara það óbýrandi trú á að ef við blöndum saman tækni og listum á þá verða til einhvers konar galdrar. Algjörlega. Og ég held að við hér á Íslandi séum algjörlega sönnun þess. Við höfum svo, til dæmis ef við bara tökum allt sem er að gerast í kvikmyndaðinaði, allt sem er að gerast í tónlist á Íslandi, þú veist, það er mikil tækni í báðum brönsum. Mikil gróska. Og mikil gróska, við þykjum frekar uník í okkar list. Svo væri bara gaman að, þú veist, bara taka eitthvað tímann saman, ég held að það sé bara oflítið gert af því en það þarf að taka saman bara hvað er þetta að skila okkur. Já, þú veist, þessar skapandi greinar listana, þú veist, hverju eru þau að skila? Ég held að það sé miklu meira en fólk gerir sér grein fyrir. En það eru þetta verkefni fyrir eitthvað að stúdera og ég meina þetta er það er pottþétt einhver stað að vera að reyna að taka þetta saman. Og þetta allavega einhver hróður landsins, það er algjörlega ljóst. Ekki spurning. En ef við ekki bara enda á þessum góðu nótum. Yes. Þetta búið æðislegt að spjalla við þig. Sömuleiðis. Og ég óskaði bara allsins besta í þeim verkefni sem þú varst að fara í og takk fyrir líka samstarfið í Húbla. Þetta er náttúrulega bara ævintýr að fá að vinna með þér og fá góð ráð. Takk fyrir og sömuleiðis. Já, takk. Þetta verður gaman. Já.